Herðu, ef við ekki bara láta vaða á þetta? Glámur og skrámur voru komnir í sælgætisland. Hér var allt úr sælgæti. Húsin voru úr marsipan, í görðunum voru stór lakrístré og í stað skrautblóma voru karamellur og brjóstsykursmólar í fallegum umbúðum. Göturnar í sælgætislandi voru allar úr súkkulaði. Við enda einnar götunar var súkkulaði höllin. Þar bjuggu súkkulaði kóngurinn, inn með propsið, og súkkulaði drottningin og litla súkkulaði prinsessan þeirra. Þegar súkkulaði kóngurinn hafði spurnir af því að gesti hefði borið að garði, gerði hann boð á eftir þeim. En þegar Glámur og skrámur stóðu augliti til augliti við hans hátign, gat skrámur ekki á sér setið, hann hnippaði Glám og hvíslaði honum: Hann tannlaus. Og það var líka alveg rétt, kóngurinn var vita tannlaus. En þegar bræðurnir litu í kringum sig og sáu þeir að drottningin var líka tannlaus og eldabuskan og hirðfíflið, já allir. Það voru allir í höllinni tannlausir nema litla prinsessan. Þetta var undarlegt. Kóngurinn sýndi nú bræðrunum ríki sitt, sem var allt úr fínasta og besta sælgæti, og skrámur réði sér ekki fyrir kæti. Þetta mikið nammi nam, reynda gott og hann gram, sæta brauð og súkkulaði, sykursnúð af 800 gram. Lakrísar í stóru stíl, saurar fyrir kranabil, 100 milljón handa mér, 80.000 gef ég þér. Kandísöp í kaftin fer, kynstin öllar líka mér, bóksi rauður stúkur hver, gríðarlega stór og vær. Tekur sykur bryðja við, bráðum kemur meira til, allir fetta onni oss, ótrúlega mikið noss. Skrámur var í 7. himni. Hann mátti borða eins mikið sælgæti og hann gat í sig látið og lét ekki segja sér það tvisvar. Og kóngurinn borðaði sælgæti og drottningin og eldabuskan og hirðfíflið, allir borðuðu sælgæti nema litla prinsessan. Akkur vildi ekki sælgæti, litla prinsessa? Spurði Glámur og hún svaraði: Ég vil heldur eiga tennurnar mínar. Það sést varla sálan okkur hér, úr sælgætislandi allir fluttu. Tóm eru húsin, trúð mér, því tennurnar og öllum duttu. Tannur þínu bútin í tennurnar ber og tekur þær úr mér og þér. Hirðin tannlaus í húsinu hjá mér og hans hátign sé þér. Já. Nú rann upp ljós fyrir Glám og skrámi. Þeir höfðu einmitt verið að velta því fyrir sér hvers vegna enginn var á ferli í sælgætislandi. Öll marsipanhúsin voru tóm, allar súkkulaði göturnar voru auðar. Nú var skýringin komin. Það þú... Ég elska ég sé með texta, skilur. Þetta ok. Það eru þá allir fluttir í tannpínulandið. Einmitt. Nei, sagði Veslings kongi sem var alveg tannlaus. Ég tippa með öllum tannunum mínum, tannpínupúkinn það lagðist í feitt. Tannskjöldur þyngri með tönnum sem þínum, nú tel ég slíkt fráleitt, tigg ekki neitt.
ég segi ykkur þetta, sætindi öll eru tönnum börn. Annarkvort munu þær ein og ein þetta, ellega einast og verða ykkur kvöld. Góði gestir, Glámur og Skrámur í 7. himni. Já, ekki láta svona með hvað þetta. Takk. Ég get ímyndað ykkur að það er búið að vera mjög gaman á æfingum hjá okkur.